Sóttvarnalæknir segir að kórónuveiran hafi grafið sig í samfélaginu. Dreifing hennar sé mun meiri en í vor. Neyðarstig almannavarna tók gildi á miðnætti og leið voru sóttvarnareglur hertar með margs konar takmörkunum. Fjármálaráðherra segir vart fordæmi fyrir öðru eins áfalli í hagsögu Íslands og því sem nú ríður yfir vegna faraldursins. Fjárlög og fjármálaáætlun verða þungamiðja þingstarfa þessa vikuna. Eftirspurn eftir vændi hefur aukist í faraldrinum og margar konur sjá engin önnur ráð til framfærslu eftir að hafa misst vinnuna. Kvíði vegna smita og mögulegra samtala við lækningateymið bætist ofan á vanlíðan þeirra sem selja líkama sinn. Fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins varð í dag 11. starfsmaður Bandaríkjaforseta til að greinast með COVID-19. Forsetinn er gagnrýndur fyrir að hafa stefnt heilsu starfsmanna sinna í hættu þegar hann smitaður af veirunni lét aka sér í gær. 4 mönnum var bjargað á línubáti sem strandaði við Papey í gærkvöld. Stórt gat kom á bátinn og mildi þykir að hann hafi ekki sokkið. Komið þið sæl. Neyðarstig almannavarna var virkjað á miðnætti þegar hertar sóttvarnareglur tóku gildi. 20 manns að hámarki mega koma saman og grímuskylda er þar sem ekki er hægt að tryggja 1 metra fjarlægð. Krám, skemmti og spilastöðum og líkamsræktarstöðum er lokað. Hópsýking var rækin til skemmtistaða í miðbæ Reykjavíkur í september og þá hafa yfir 30 smit verið rækin til Hnefaleikafélags Kópavogs en iðkandi þar greindist með veiruna á fimmtudag. Sóttvarnalæknir segir að eftir á að hyggja hefði mátt grípa til harðari aðgerða fyrr. Maður sér oft eftir á að það hefði átt að gera hlutina kannski aðeins fyrr en ástæðan fyrir því að við gerðum þetta ekki fyrr var svo að við vildum sjá virkilega árangurinn af þeim aðgerðum sem þá voru í gangi. Við sáum það ekki gerast þannig að þess vegna þurftum við að stíga þetta skref. Ýmsar undantekningar eru á reglunum. 100 viðskiptavinir verða leyfðir í verslunum undir 1000 fermetrum en 200 að hámarki í stærri verslunum. 50 mega koma saman við útfarir, 100 gestir eru leyfðir í leikhúsi og öðrum sviðslistarviðburðum. Þá eru sundlaugar opnar en þar má einungis taka við helmingi leyfilegs fjölda. Þetta er svona fastur punktur í lífinu okkar tveggja að koma hérna og við erum það báðir orðnar heldri borgarar og þetta er svona aftur í rútínum okkar að vera hér. Heldur að séu margir sem deili þessari skoðun að sé mikilvægt að hafa sundlaugarnar opnar? Allavega held ég mikið af fólki á okkar aldri. Því þykir það mikils virði að fá geta komið þarna. Í framhalds- og háskólum er miðað við 30 manns en leik- og grunnskólastarf verður áfram óbreytt. Keppnisíþróttir með snertingu eru leyfðar með 50 manna hámarki. Áhorfendur eru ekki leyfðir á íþróttaviðburðum innandyra en 100 mega fylgjast með leikjum úti. Þá eru dómstólar undanþegnir sem og Alþingi. Fjöldatakmarkanir gilda ekki í almenningssamgöngum en þar er grímuskylda. En við erum ekkert að taka neitt alvarlega á þessu og við náttúrulega vísum engum frá. Og þetta er náttúrulega bara fyrsti dagurinn, þannig að við sjáum bara hvernig þetta þróast. En þetta er ekkert auðvelt að keyra með svona grímu. En þetta lærist og venst. Margar beiðnir frekari undanþágur bárust helgina. Ég held að menni að veita eins fáar undanþágur sem mögulegt er og það þurfa að gerast einungis í einhverja neyðartilfellum vegna þess að ef við förum að veita mikið af undanþágum þá býta þessar aðgerðir ekki og þá getum við alveg sleppt þessu. Já, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna fyrr í dag að þessar hertu reglur þyrftu að vera í gildi í allavega 2 vikur því fyrst þá mætti sjá mögulegan ávinning af þeim. Hann sagði einnig að engar vísbendingar væru að veiran var eitthvað vægari nú en áður. Hann sagði þessa 3. bylgju vera ófyrirsjáanlegar en aðrar bylgjur og erfiðara væri að ná utanum hana. 59 greindust með kórónuveiruna innanlands í gær. Þar voru 34 í sóttkví eða tæplega 60% sem er heldur hærra hlutfall en síðustu daga. 670 eru í einangrun með sjúkdóminn og 15 á sjúkrahúsi. Af þeim eru 3 á gjörgæsludeild, allir í öndunarvél. Smit er í öllum landshlutum. Þetta er innan fjölskyldna, þetta eru vinnustaðir,
Þetta eru hópar sem að hittast bæði til þess að gera sér glaðan dag og í öðrum tilfellum. Við erum með hópsmit á einni líkamsræktarstöð, við erum með nokkur smit á öðrum stöðum. Þannig að þetta er víða og svo eru alltaf fólk sem veit ekkert og við getum ekki rakið hvaðan það fær smit. Álag á heilbrigðiskerfið mikið og fjöldi þeirra sem hefur veikst alvarlega hefur aukist, sem ein megin ástæða hertra aðgerða. Sóttvarnalæknir segir margt benda til þess að hér geti farið af stað skæður faraldur með verri afleiðingum en áður ef ekkert verður að gert. Núna veiran búin að grafa sig, hún búin að dreifa sér og þannig að við erum með miklu meiri dreifingu og þannig erfiðar að eiga við hann og ná utan faraldurinn núna heldur en þá. Það mun taka lengri tíma og ég alveg viðbúinn því að okkur muni ekki takast að algjörlega að keyra veiruna eins mikið niður núna eins og okkur tókst í vetur. Já, og álag á heilbrigðiskerfið mikið og staðan á Landspítalanum þung sem ein megin ástæða þess að Þórólfur lagði til þessar hertu aðgerðir sem tóku gildi í dag. Sólveig, ein ástæða þess að verr gengur að rekja smit í þessari bylgju að margir eru tregir til að upplýsa ferðir sínar og eitt þessara hópa eru íslenskar vændiskonur. Já, hvernig stendur á því? Já, þær finna margar fyrir kvíða fyrir mögulegum samskiptum við smitrakningateymið og því að þurfa að upplýsa ferðir sínar og samskipti. Yfirlögregluþjónn hefur sagt að það sé aldrei gerð krafa að upplýsa ástæður samskipta en eftirspurn eftir vændi hefur aukist síðustu mánuði og kaupendur eru orðnir ágengari. Atvinnuleysi, efnahagsþrengingar og félagslega einangrun í faraldrinum hefur orðið til þess að margar þeirra kvenna sem leita árlega til stígamóta eftir aðstoð vegna vændis sjái enga aðra leið í stöðunni en að selja sig. Þær eru að íhuga að fara aftur í vændi eða eru jafnvel farnar aftur í þær aðstæður af því ekkert annað býðst. Þó að þær vilja það alls ekki og eru hér til þess að vinna úr afleiðingum þess að hafa verið í vændi en þetta kannski það eina lausnin sem þær sjá þegar efnahagsástandi verður eins og það núna. Og það alltaf eftirspurn á þessum markaði eða hvað? Það virðist ekki vera neitt vandamál. Eva Dís Þórðardóttir hefur leitt sjálfshjálparhópa í stígamótum fyrir konur sem að koma út úr vændi. Hún hefur sjálf reynslu af því. Hún segir viðmót karlana hafa breyst í faraldrinum. Vændisgerendurnir virðast vera ágengari í að fá að kaupa þær sem að þeir hafa keypt áður. Eftirspurnin meiri eða minni? Hún meiri. Það er bara ekki gott, bara yfir höfuð að þessi starfsemi þrífist og þessi eftirspurn eftir henni, það náttúrulega bara alls ekki gott. Eva segir þrýstingin birtast í hótunum og meiri ýtni. Lokanir skemmtistaða, aukin einangrun og vanlíðan geti allt orsakað aukna eftirspurn. Brotthvarf ferðamannanna skiptir litlu máli. Þetta eru íslenski karlmenn aðalega sem eru að leita að vændiskaupum. Hún í reglulegum samskiptum við hátt í 20 íslenskar konur sem eru í vændi innan og utan höfuðborgarsvæðisins. Þær eru smeykar, þeim líður ekki vel. Þær vita ef það kemur upp smit hjá þeim að þá lenda þær í erfiðleikum með að útskýra hvaðan þær hafa hitt þá sem þær hafa hitt. Þær lifa margar hverjar algjörlega tvöföldu lífi til þess að fela vændi frá fjölskylduvinum og bara frá venjulega sjálfinu sínu. Svo bætist núna smitrakningin inn í þessa jöfnu. Ef að kona smitast svona, fær hún eitthvað trúnað, fær hún einhverjar ráðleggingar, getur hún opnað sig við eitthvað trúnaðmann innan smitrakningateymsins. Það veldur þeim rosalega miklum kvíða og ótta að smitrakningateymið komi inn í þá og velti fyrir sig hverja þær eru búin að hitta og af hverju og allt það. Víðir undirstrikar að ástæður þess að fólk hittist séu aldrei til skoðunar. Það engin hætta að fólk myndi lenda í einhverju vandræðum vegna þess og getur verið alveg hreinskilið varðandi þetta við okkur. Bara það hversu langur tími þetta var og hvort fólk var með einkenni og allt þetta sem skiptir okkur máli en af hverju fólk var að hittast ekki það sem við erum að horfa til. Skilaboðin okkar í svona máli væru að ekki vera hrædda að láta okkur vita, verið í samskiptum og segja okkur allt og þá enginn að vera hræddur að tala við okkur og segja okkur hverju voru nálægt og annað slíkt. Þannig að eins og segi, þetta heilbrigðismál fyrst og fremst. Af því að landið svo lokað, við verðum að fara að horfast í augu við að þetta íslenskur raunveruleiki og þetta okkar vandamál. Þetta ekki vandamál einhverja gesta hérna. Já, fólk sem við hittum víða land í dag hafði flest allt skilning á þessum hertu aðgerðum. Þær setji samfélagið í hægagang og fólk svona almennt orðið frekar þreytt á þessu en skiptar skoðanir voru það hvort að hertu reglurnar ætti að gilda fyrir landið allt. Mér finnst bara gott mál að efla sóttvarnir.
Ég klár. Ég með verslunarrekstur og við gerum okkar besta. Já, þetta hefur verið óumflýjanlegt. En þó hefur maður svona vonað að þetta yrði ekki svona strangt, en það er í lagi svona einhver tíma, ekki lengi. Þetta náttúrulega komið upp önnur bylgja, þannig að það þarf bara að grípa til aðgerða til þess að gera þetta, sko. Þannig að það er drullu fúlt, maður er hundleiðir á þessu. En ég meina, fólk verður bara, við erum öll í þessu saman. Auðvitað hefur þetta áhrif á allt. Það hefur áhrif á alla þjónustu og verslun og í bænum, og það fer allt einhvern inn í hægagang. En svona, ég veit ekki, ég hef enga skoðun á því, ég bara trúi því að það sé verið að gera besta sem hægt er. Mér finnst það mjög góðar og jafnvel ekki nógu harðar fyrir Reykjavík, en mér finnst það ætti að vera skipt á milli landshluta. Mér finnst það skiljanlegar, en ég hefði viljað sjá skiptingu eftir landsvæðum, alveg klárlega. Það er náttúrulega bara að gilda nákvæmlega sama fyrir alla, sama hvar þeir búa. Út af því að maður náttúrulega veit aldrei hvert þetta breiðir sér og hvert fólk er að fara. Mér finnst það gildir allt landið. Þetta er eitt hólf, ég er að fara suður á morgun, verði einhverja daga, kem aftur hingað. Hvernig á ég þá að vera sikkur heiðun? Það sem ég skrýtnast í kannski er að þessi fótboltaleikir og allar þessir íþróttaviðburðir sem er ekki verið að í rauninni taka harðar á, því að það er verið að senda fólk landshlutan á milli, sko. Ég er bara sáttur við það. Að vísu setja örlítið spurningamerki við þennan landsfjórðung hjá okkur, en ég held samt að við verðum að taka þetta föstum tökum. Þetta er farið að staða fullt og við verðum að taka þetta mjög alvarlega. Ég held við verðum öll að passa okkur, sko. Þetta er alltaf að færast nær og nær. Við veitum aldrei hvenær við röðin kemur okkur. Þannig, maður er bara á tánum. Einar, þú ætlar að halda áfram með COVID í Kastljósi. Já, nú er allir að velta fyrir sér þessum sóttvarnaráðstöfunum. Það eru mismunandi íþyngjandi í samfélaginu og menn er svona að meta hvað dugar til þess að ná tilætluðum árangri og berja niður þessa þriðju bylgju. Og það er aldrei áhugavert að finnskir vísindamenn hafa búið til nýtt spálíkan sem að vegur í fyrsta sinn inn í jöfnuna þróun faraldursins þessar sóttvarnaráðstafanir, hvort að loka skólum eða almenningssamgöngum eða setja ferðatakmarkanir og ýmislegt fleira. Og hann ætlar að koma til mín, hann Thor Aspelund, prófessor, sem er nú einn af aðstandendum spálíkansins íslenska. Og við ætlum að fara yfir þetta niðurstöðuna varðandi Ísland úr þessu finnska spálíkani. Í Kastljósi strax að loknum fréttum á veðri og íþróttum. En nú ætlum við að fara niður á Alþingi. Fjármálaráðherra segir efnahagsáfallið vegna kórónuveiru faraldursins á afkomu hins opinbera af þeirri stærðargráðu að vart séu fordæmi fyrir því í hagsögu Íslands. Þingmaður Samfylkingarinnar vill beita ríkisfjármálum af mun myndarlegri hætti. Hertar aðgerðir vegna COVID hafa eðlilega áhrif á störf Alþingis og eins og sést á þessum myndum þá sitja þingmenn og ráðherra nú í þingsal og 4 herbergjum sem liggja að þingsalnum. Alþingi er undanskilið fjöldatakmörkunum en þrátt fyrir það er mælst til þess að einungis þeir þingmenn mæti í þinghús sem ætli að taka þátt í umræðu hverju sinni. Fundur hófst á Alþingi í morgun og rétt fyrir hádegi mælti fjármálaráðherra fyrir fjárlögum næsta árs en umræðu þau ásamt umræðu fjármálaáætlun næstu 4 ára mun einkenna þingstörfin þessa vikuna. Virðulegi forseti, ríkissjóður hefur tekið á sig þungt högg. Efnahagsáfallið hefur leitt til þess að tekjur hins opinbera hafa dregið saman á annað 100 milljarða króna á yfirstandandi ári og á sama tíma hafa útgjöld stór aukist, einkum vegna aukins atvinnuleysis og mótvægisráðstafana stjórnvalda. Samanlagt eru áhrif þessu afkomu hins opinbera þeirri stærðargráðu að vart eru fordæmi fyrir því í hagsögu Íslands. Þingmenn sem taka þátt í umræðunni eru flestir karlkyns enda aðeins 2 konur af 9 nefndarmönnum í fjárlaganefnd. Stjórnarandstaðan gagnrýnir áherslur ríkisstjórnarinnar, segir mótvægisaðgerðir ekki nægilegar og misskipting sé mikil. Að sjálfsögðu mun hagkerfið taka við sér til lengri tíma litið en núna er tíminn að beita ríkisfjármálunum með myndarlegum hætti þegar kemur að grænum skrefum, þegar kemur að fjárfestingu, þegar kemur að nýsköpun og opinberri þjónustu. Fyrsta umræðu fjárlögin stendur enn og á morgun munu aðrir ráðherrar svara fyrir þeirra ráðuneyti. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, nú hefur kórónuveiran áhrif á allar efnahagsaðgerðir stjórnvalda. Hvað þýðir þetta til lengri tíma litið? Já, það þýðir það að á komandi vetri þá verða plágan og þessi efnahagslegu viðbrögð meðal annars fjárlögin megin viðfangsefni þingsins. Hingað til hefur nú verið
sæmileg sátt milli stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar mjög marga hluti í þessu sambandi en þegar líður á veturinn gæti farið að harðna ágreiningur. Nú þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, það er búið að leggja hana fram, hún telur 205 mál. Er þetta of mörg mál að þínu mati? Já, þetta eru mjög mörg mál og þau komast augljóslega ekki í gegn nema með góðri sátt stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar. En mörg þessara mála eru svona framfaramál sem að ætla má að ekki verði mikill ágreiningur en ef einstakir flokkar eða einhverjir þingflokkar fara að beita málþófi þá verður það náttúrulega erfiðar að koma málum fram. Þetta er kosningavetur sem er framundan, munu til dæmis breytingar á stjórnarskránni setja svip sinn á það? Já, stjórnarskrártillögur verða stórmál á komandi þingi og fróðlegt að sjá hvernig því vindur fram. En ekki síður fróðlegt verður að sjá hvernig fer með ný kosningalög. Það verður lögð fram heildarlöggjöf kosningar til Alþingis, sveitarstjórna, forseta og þjóðaratkvæðagreiðslur og ég hef séð sumt af því og það horfir mjög til bóta. Ég hef hins vegar ekki enn séð tillögur að jafna atkvæðavægið en það er hægt að jafna atkvæðavægið algjörlega bæði milli flokka og milli kjördæma með einfaldri breytingu á kosningalögunum og það verður mjög spennandi að sjá hvort meirihluti þingsins vill fara í slíkar breytingar fyrir næstu kosningar. Þetta kemur allt saman í ljós á þessum komandi þingvetri. Ólafur Þ. Harðarson, takk kærlega fyrir þetta. Og þá fyrir við vestur haf því Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur verið gagnrýndur fyrir að stefna heilsu starfsmanna sinna í hættu þegar hann fór í ökuferð til að veifa stuðningsfólki sínu í gærkvöld á sama tíma og hann er sýktur af COVID-19. Blaðafulltrúi Hvíta hússins varð í dag 11. samstarfsmaður forsetans til að greinast með veiruna. Donald Trump var lagður inn á Walter Reed hersjúkrahúsið í Washington á föstudaginn eftir að hafa greinst með COVID-19. Misvísandi upplýsingar frá læknateymi forsetans hafa vakið upp spurningar en bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í dag að forsetinn hefði þegar verið búinn að fá jákvæða niðurstöðu úr COVID-19 prófi þegar hann sagðist enn bíða hennar á fimmtudaginn. Fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins var svo í dag 11. starfsmaður forsetans til að greinast með COVID-smitt en hún ræddi við fjölmiðla í gær. Yeah, I'm not going to give you a detailed readout with timestamps of every time the president's tested. He's tested regularly and the first positive test he received was after his return from Bedminster. Forsetinn ávarpaði fylgjendur sína á Twitter í gærkvöld. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA, and we love what's happening. Í kjölfari lét hann aka sér nokkurt spöl á forsetabifreiðinni að hann sögð til að kasta kveðju á nokkra föðurlandsvini. Læknar hafa bent á að hann hafi þannig sett þá sem sátu með honum í bílnum í mikla smithættu. This is evidence that his behaviors, his treatment course is not being directed by his doctors. There's no doctor that would say now is the time for a joyride around the hospital. He should remain put, he should remain in isolation, and it makes me sick to see him in close quarters with the others in that car. Fylgismunur á Donald Trump og Joe Biden, forsetaframbjóðanda demókrataflokksins, hefur ekki verið meiri í mánuði samkvæmt nýrri könnun Reuters fréttaveitunar. Samkvæmt henni hyggjast 51% ætla að kjósa Biden og 41% Trump. Forsetinn hefur þurft að aflýsa kosningafundi vegna veikinda sinna og því þurft að leita annarra leiða til að koma stefnumálum sínum á framfæri. Í dag skrifaði hann til að mynda 19 færslur á Twitter síðu sína, allt í hástöfum, á innan við klukkutíma. Og rétt í þessu tilkynnti Trump á Twitter síðu sinni að hann verði útskrifaður af spítalanum síðar í kvöld. Hann sagði einnig þar að Bandaríkjamenn ættu ekki að hræðast COVID-sjúkdóminn. Mikill viðbúnaður var hjá björgunarsveitum á Austurlandi og Landhelgisgæslunni í gærkvöld eftir að línubátur með 4 innanborðs steytti á skeri austan við Papey. Stórt gat kom á bátinn og forðaði áhöfnin sér í björgunarbát.
Áhöfnin á Auði Vésteins sendi út neyðarkall rétt fyrir klukkan 9. Björgunarskip og hraðbátar Landsbjargar voru ræst út en systurskipið Vésteinn kom fyrst á staðinn. Það var svo Sigríður þjónustubátur fiskeldis Austfjarða sem dró bátinn til hafnar á Djúpavogi. Þar kom í ljós að gatið sem kom á bátinn í árekstrinum við skerið var mjög stórt. Jón Einar vann við að dæla vatni úr bátnum á siglingunni heim. Herðu, við bara settum spotta í hann og drófum hann aftur og tilbaka. Svo vorum við bara borð til þess að vera til staðar ef eitthvað myndi koma upp á. Þegar það gekk bara vonum framar. Við tókum dælu úr slökkviliðinu Djúpavogi og dældum upp úr. Þeir náttúrulega reyna að koma sér bara í bátana, í galla í bátana, sýtist mér. Og Vésteinn kemur þarna mjög fljótt af. Þeir fara borð til þeirra. Það var náttúrulega kallað út bara alveg frá Hornafirði og austur úr. Og voru flesta sveitir komnar á stað með eitthvað viðbúnað. Þegar við sáum að og náttúrulega var orðið mannbjörg og hvernig aðstæður voru, þá voru afturkallað svona sem voru lengst í burtu. Þyrla Landhelgisgæslunnar kom með öflugar dælur til Djúpavogs, en gatið var svo stórt að ákveðið var að hífa bátinn upp á land. Þetta hefði klárlega að geta farið verr ef þetta hefði komið á hliðin á bátnum eða eitthvað þess áttar og flætt meiri inn á hann. En hann hélt sér á floti að þetta var bara þarna fram hólfinu. Og þá að veðri. Það verður hæglætisveður víðast hvar á landinu á morgun en rigna mun í flestum landshlutum í fyrramálið. Draga mun smám saman úr úrkomunni þegar líður á daginn. Hiti verður á svipuðum nótum og í dag eða á bilinu 5 til 10 stig og það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem hefur umsjón með íþróttum kvöldsins. 900 almennir áhorfendur fá að vera á leik Íslands og Rúmeníu á fimmtudag. Leikurinn skiptir sköpum fyrir Ísland upp á að komast á EM. Ólafur Ingi Skúlason segist taka afsökunarbeiðni Rúnars Kristinssonar í deilum þeirra frá síðustu helgi. Þetta er bara búið og gleymt og grafið. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Sóttvarnalæknir segir að kórónuveiran hafi grafið sig í samfélaginu. Dreifing hennar sé mun meiri en í vor. Neyðarsti almannavarna tók gildi á miðnætti og leið voru sóttvarnareglur hertar með margs konar takmörkunum. Fjármálaráðherra segir vart fordæmi fyrir öðru eins áfalli í hagsögu Íslands og því sem nú ríður yfir vegna faraldursins. Fjárlög og fjármálaáætlun verða þungamiðja þingstarfa þessa vikuna. Eftirspurn eftir vændi hefur aukist í faraldrinum og margar konur sjá engin önnur ráð til framfærslu eftir að hafa misst vinnuna. Kvíði vegna smita og mögulegra samtala við lækningateymið bætist ofan á vanlíðan þeirra sem selja líkama sinn. Já, þá er þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næstu fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is eins og annað efni frá okkur. En við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið þið sæl.